gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þá komið að það sem við viljum hafa hér sem fastan lið sem við köllum klassíkin rockar. Það þannig að þá fæ ég hérna mér til aðstóðar Sól Björnsdóttur sem nemi í píanóleik og Sóli Smáradóttur sem nemi í fiðluleik og dreymir að vera hljómsveitarstjóri. Ég hef sagt það hérna áður að svona hugmyndina af þessum dagskrárlið hérna á Rauðaborðinu var til hérna frammi þegar við vorum að ræða saman ég og Björn Þorláksson og það svo til að þú dóttir Björns og Sóli dóttir mín. Þannig að þetta svona starfsmanna, þetta svo litli jólin. Já, skemmtilegt. En það sem okkur fannst að vera að pröfa að fá svo hinga gesti sem eru hérna vinnaði og starfaði í tónlist og tengjast tónlist með einhverjum hætti og það verður bara skemmtilegu svona, eitthvað, myndi koma eitthvað út úr samtalinu að þið verður hérna með okkur í því og maður ekki verið að spyrja og taka þátt. Og núna erum við með góða gesti, það Þórður Magnússon sem tónskáld. Hæ. Og þú ert að hérna sinfóníin að fara að spila fiðlukonsert eftir þig. Já. Það víst. Á fimmtudaginn? Já. Sem bara morgun? Annarkvöld. Annarkvöld. Og við erum líka með hingað sem gest Þórunni Ósk Marínsdóttur sem spilar í sinfoníunni. Já. Leiðari víólu. Akkurat. Já, og ert að æfa konsertin hans. Jú, akkurat, einmitt. Og fleiri verk sem verða. Verið velkomin. Takk fyrir. Ég byrja á hérna fiðlukonsertum. Þetta eitthvað sem öll tónskáld verða að gera? Jú. Ég allan aðdáandi þessa forms. Þetta samtala milli hljómsveitar og innleikara. Og bæði elska konserta eftir Beethoven og Mozart og fleiri. Og finnst þetta bara heillandi. Já. Varstu með einhvern í huga þegar þú sem þetta? Þetta byrjaði nú með samtali sem þetta Ari, hann bara boðaði mig á fund, boðaði mig að koma nýr í Hörpu að ræða þessu málin því að hún langaði svo mikið að panta frá mér fiðlukonsert. Og þannig að þú hafðir Ara í huga sem að fara að flytja þetta morgun. Ari pantaði konsertin sem sagt. Já, Ari Þór Viljánsson sem hérna nú að spila eitthvað stort í heimi. Það fór til Finnlands og svo var hann í Tel Aviv eða ekki? Jú. Þannig hann ekki búin að vera í Íslandi í mörg ár sko, en þetta er svo gamalt að þetta áður en hann flutt út sko. Sem hann pantaði þetta hjá mér. Við erum svolítið, þú þekkir aðeins til hans. Já. Komið á námskeið sem að þú verið á. Já, híma. Síðan ég var 7 ára eitthvað svona. Alltaf hjá Ara í einkatímum. Já. Við kentum náttúrulega hlið við hlið sko, ég var að kenna tónfræðigreinar og hann var að kenna fiðlu í næsta herbyggi. Og svo kendi hann líka dóttur minni þegar hún var að læra fiðlu. Ég hef aðeins hlustað á hann og mér fannst alltaf svo fallegu tónnin hjá hann. Eitthvað furðulega, hann alveg bara fyrstir í heyrðan þá bara heillaði mig svolítið sko. Það eitthvað svona sérstakt, svona milt og svolítið svona eins og þessi svona djúblifað sem að tengi svona einhverju visku og mér finnst það bara ótrúlega fallegur tóninu. Mér finnst þetta alltaf verið það fyrsta sem maður hugsa þegar maður heyrir í fiðluleikara. Maður þarf bara að heyra 1 eða 2 tóna þá er maður búin að móta sér einhverja skoðun. En heldur það geti verið þannig að þetta sé eitthvað sem ég heyri bara og þú heyri sér ekki? Fólk er náttúrulega með mismunandi væntingar hvað vill heyra út úr fiðlið eða bara hljóðfærum almennt. En við heyrum nú örglega nokkuð deginn sama. En þetta samt merkilegt að hvað ólíkt hvað kemur út úr hljóðfæri. Já, minnst að mögnu lýsingjaður á tónunum hans, hann hlýtur að vera alveg rífandi móntinn að heyra þetta sko, hann skulle hafa svona mikil áhrif á því, já. Því mér það frábært ef að einhver hljóðfæraleikari næra snerta svona við fólki. Svo hef ég sagt þetta við Sóli og sagt þetta hérna auðvitað hlustaði sá hann Ara því að mér finnst svona eitthvað líkt við tóninu á milleikar. Einmitt. Nákvæmlega. Sóli er nú ekki ónýttur fyrirleikari sjálf, sko. Já. Mjög efnileg.
Þannig að það skiptir máli að þegar þú ert að semja, að þú sérð hvernig þú upplifir. Ég hef eiginlega bara aldrei getað samið tónverk nema sé komin einhver svona allan að komið á dagskrá að sé flutt, sko. Og hver það sem að við flytja. Og já, og yfirleitt alltaf veit ég nokkuð veginn hverjir að fara að spila. Og það víst ekkit einstæmi, sko. Ég var að klára ævisögu Mozart, bók sem var skrifið einhvern veginn 1920 eitthvað. Já, hefur kannski þetta verið löngu búið með hana? Já, og þar kemur einmitt fram, sko, að hann vildi ekki setjast niður á semjaverk nema að veri komin dagsetning á tónleikana og nákvæmlega hverjir væri að fara að flytja. Og hann átti það til, sko, að farga tónverkum ef að menn ætla að fara að breyta dagsetningunni. Þannig að hann var ekki að semja eitthvað út í loftið. Nei, hann vildi það ekki. Nei. En þetta form, var það ekki þannig að þú nefnir Mozart? Var það ekki þannig að það var svona frjálsara þannig að einleikari fékk svona meira frjálsræði að spila svona sinn enga hluta sjálfur? Það var meira eins og jazzin í dag. Akkurat, og svo var náttúrulega þessi kadens alltaf sem var yfirleitt alltaf improviseruð. Já, eins og með þekki jazzi. Já, og svo hefur maður líka bara heyrt sögur af þegar Beethoven var að flytja sína píanókonserta, það var ekkit nóturnar sem voru hana. En þú semur kadensuna, þú skrifar ekki hjá honum, Ari, núna spinnur þú? Já, nei, það er ekki þannig. Mér hefur alveg dott í huga að gera það, en það hefur aldrei orðið ofan á. Þetta er einhvern veginn bara svona svolítið horfin list. En sko, það kom líka fram í þessari ævisögu Mozart að því að höfundaréttarmál voru í þessu miklum ólestri á þessum tíma, sko, þá var hann ekki með niðurskrifaðan konsert. Það var sko ekki vegna þess að hann nefndi ekki að skrifa niður eða hafði ekki tíma eða eitthvað svoleiðis eða væri ekki búin að ákvæða hvað hann alltaf að gera. Það var bara vegna þess að hann vildi ekki einhver kæmi og stæli konsertunum og færi að spila út allt. Þannig að hann passaði sig að hafa baslega mikið sem væri bara ekki til á nótum. Hvað segir þið, stelpur? Var þetta ekki skemmtilegra að hafa konsertuna þannig að einleikarinn yrði bara að spinna þarna smá kafla? Já. Þurfum við að vera alveg dálítið hræðilegt að mæta og þurfa bara að spinna, held ég, sko. Já, mér myndi finnast það. Persónulega, já. Og það engin kadensa þannig séð í þessum konsert. Það ekki, þessi sápartur ekki. En þegar ég samtíðina píanókonsert fyrir Víking, þá var ég með kadensu og ég beið fram á síðustu stundu að því ég var að svona vona að Víkingur myndi bara segja að ég skal bara semja eitthvað ekki. En svo var það ekki og þannig að ég endaði með að semja kadensu held ég bara viku eða 2 vikum fyrir konsertin. Þannig að þú hefur samið píanókonsert líka. Já. Finnur einhvern mun með því að semja fyrir píanó og fiðlu? Já, sko, munurinn kannski sá að ég kann smávegis á píanó. Já. En ég kann ekkert á fiðlu. Var það kannski fyrsta hljóðfærið þitt? Já, fyrsta hljóðfærið mitt var í rauninni rafmagnsgítar. Já, ok. Svo lærði ég svolítið á píanó en það var svona endasleft. En fiðla kann ég ekkert á. Ég spilaði vísu pínulit á mandolín sem með sömu strengirnir eru stilt í sömu tjúningu þannig ég gat fikrað mig áfram með það. Ímynda með að ég var að spila mandolín. Konsert fyrir rafmagnsgítar? Mögulega. Aldrei að vita. Það hefur verið gert, sko. Guðmundur Pétursson búin að semja allavega 1 ef ekki 2. Hefur þú spilað? Já, allavega 1, já, mitt. Þóru, það skemmtilegt að vera hljómsveit sem að fara að frumflytja eitthvað, eða ekki? Konsert fyrir hljómsveit? Nei, það er skemmtilegt að það er að vera frumflutningur. Já, algjörlega. Það er mjög skemmtilegt. Það er mjög hressandi og ferskt og það er búið að vera núna náttúrulega mikil uppskeru hátíð í bara allan janúar eftir að Vínar kláraðist, sko. Bæði voru Íslands frumflytja, Slavur Konstantins Daniels. Fengum hann hérna í síðustu viku. Akkurat. Og og Fragile Hope
var íslensk frumflutningur hugsanlega á þessari útgáfaverkinu, hann nefnilega breytti því hans. Næstu, það var flutt á Akureyri. Já. Fyrir jól. Akkurat. Stóðin í efniskunum þetta væri frumflutningur á Íslandi en við sem vorum á Akureyri vissum betur. Ok, Akureyri ekki partur á Íslandi það var Akureyri frumflutningur og þetta var afleiðingar. Já, þetta var eftir afleiðingar. Já, og svo náttúrulega Ingi Birgir og Páll Ragnar og núna Þóruður, og þetta er bara mjög skemmtilegt. Mér finnst þetta auðvitað bara verulega mikilvægur hluti af starfi hljómsveitarinnar. Og þurfi bara að í raun og veru þetta vægi nýra tónlistar ætti að aukast alltaf meir og meir, finnst mér sko. Auðvitað eru stórkostlega tónverk sem að þarf að flytja reglulega frá gamalli tíð, en þeim fjölgar náttúrulega alltaf tónverkunum eftir því sem tími líður. Það er alltaf meir og meira nýtt og það þarf að sinna því og líka bara það er, mér finnst það bara að vera framtíðin sko. Listformið, þar að segja tónlistin er kannski íhaldsamari heldur en nokkuð annað listform. Þar að segja symfóniljónlist er náttúrulega hálfgerð risaðala. Þú veist, það myndi einhver leikara dett í huga að fara með Shakespeare á sokkabuxum lengur. En við erum bara í kjólfötunum að spila Brahms og Beethoven og það er allt rosalega svona, þú veist, það er bara konur eru svona og kallar eru hér. Þetta er bara kannski eina stofnunin á þú veist, varandi klæðina sko. Þú veist, og þá er ég meina það er bara ennþá ekki við þú er í kjólfötum. Nei. En það halda greinilega allir þar ennþá að það sé bara 2 kyn sko. Svona til að mynda sko. Þú veist, þannig að ég er bara að meina, þú veist, að það er svona eins og öll þróun í umgjörð og svona varandi sinfóníuhljómsveit sé að þungi vöfum eins og svona það sé ríghaldið í sko allt eins og það hefur alltaf verið. Það var aðeins frjálsleira á myrkum músíktugum að það var stilt aðeins öðruðs upp og allir bara svona svartklæddir. Já, og það er þetta, þú veist, málið, mér finnst að ég vera miklu opnara þetta að leika sér með formið og leika sér með, þú veist, bara opna þetta svolítið og vera svolítið svona með opin hug og mér finnst náttúrulega því að við á Íslandi erum alltaf framalega í öllu þegar kemur að svona brjóta upp hefðir. Þið nú að fá aðalstjórnandar sem er svolítið í því að brjóta upp hefðir. Nákvæmlega. Ég held að hún nefnilega fíli það sko og ég held að hún finni það á Íslandi og er hægt að gera ýmislegt sem að kannski ekki hægt að gera annars staðar sko. Það er sko, já. Og ég veit að á Íslandi, þú veist, hljómsveitarstjórar tala um það, þeir kominga og það er, fólk tekur nýri tónlist mjög vel. Við erum orðin rosalega þjálfuð í að spila nýja tónlist og við berum virðingu fyrir tónskáldunum og við berum virðingu fyrir tónlistinni og maður finnur stundum þegar að koma nýjir hljóðfæraleikarar inn í hljómsveitina annars staðar frá að það svona, þú veist, byrjaði svona, þú veist, að flissa og gera lítið úr og svona og það hætti bara mjög fljótt af því að almennt viðhorfið er mjög jákvætt gagnvart nýrri tónlist. Ég ætlaði að segja að það er svona dálítið skemmtileg vegferð sem í rauninni Sinfó búið að vera á svona í síðustu árin með sko meir og meiri samvinnu við popmusík sem hefur á mínum að þetta heppnast betur núna síðustu árin heldur en kannski gerði svolítið áður og svona nokkri tónleikar sem er alveg sérstaklega eftirminnilegir en þess að konseptin hefur verið það að poppararnir þurfti að koma inn á forsendum hljómsveitarinnar. Frekar heldur að sinfóníuhljómsveitin væri bara eins og einhver synthesizer bakvið sem hefur svona verið svolítið stundum það sem hefur gerst þegar að þeir hafa verið að vinna saman. En sem sagt hafið þið farið stelpur á svoleiðistónleika? Það hefur verið alls konar skálmöld og Já, ég fór á æfinguna þegar Sinfó var með baggalútur og þetta var í fyrsta sinn sem ég var að mæta á svona skilur að Sinfó væri með pop mér fannst þetta er mjög öðruvísi Þú ert mjög íhaldsöm Ég er mjög íhaldsöm þegar var það sko sinfóníu en það var skemmtilegt að sjá eitthvað nýtt sko en þetta var samt svona ég skildi ekki hvað Sinfó var að gera þarna af því þetta voru skilur, þegar ég horfði á strengina ég bara svona hvað er ég heyrði rétt svo skilur 3 nótur eitthvað svona
og svo var þetta bara trommarinn bara hæsta einhverstað. Ég var því miður ekki á þessum tónleikum, ég get ekki dæmt það, en þá hefur þessi tónleika kannski verið eitthvað svona það sem ég var að segja. Já, kom einhverju dómar eftir þetta sem að Sinfó hafi verið að fara frá, sko. En ég veit ekki, ég ætla ekki að segja neitt. Nei, ég var ekki heldur að blása tónleikum og var ekki að spila og var ekki á þeim, en þetta akkurat eins og lýsir eins og við viljum ekki vera í því. Akkurat. Þó að það fullir verið einhverju baggalút og öllu því sem var verið að gera þarna, en ég sammála Þórði, það rosalega jákvætt að ef að til dæmis popparar eða einhverju sem vilja taka þátt í tónleikum með okkur komi inn á þeim á okkar forsendum, síðan stíga inn í eitthvað samstarf, síðan komin í eitthvað heim sem að þeir þekki ekki og eru tilbúinir að gera hlutina svolítið Svo man bara nefnir nokkuð dæmi, sko, ég ætla og vinsalegast ekki erfiða við mig, sko, ég á örugglega eftir að gleyma einhverju, sko, en til dæmis Laufeyjarverkefni var að mínum þetta alveg stórfenglegt, það var bara fyrsta flokks í alla stæði. Enda dóttir hljómsveitarinnar, að einhverju leyti. Jú. Eða mamminar spilar í hljómsveitinni. Og þá var hún var bara ein með gítar og stundum var hann ekki með gítar. En hún mætti ekki með rafmagnið hún mætti ekki með rafmagnið hljómsveit. Og hún spilaði líka á píanó reyndar, svo ég gleymi nú ekki. Og síðan var Ásgeir Trausti, það var alveg rosa flott verkefni líka, sko. Þá var hann bara með synthesizera og gítara, en enga hreinsveit. Una Torfa, það var líka rosa flott verkefni. En þetta eitt að hljómsveitin komi og tegi sig í áttina dægutónlistinni eða aukt. En þú ert kannski líka að tala bara rýmið fyrir nýrri músík á dagskráni, þar sem krafa á hljómsveitina að þið skilið okkur Mozart og Brahms og Beethoven. Og svo viljum við eitthvað nýja músík, en það svona bara svona pláss ofan á þessu bunka. Já. Og það plássið sem að Þórður og félagar hafa til þess að eiga einhverjum samskiptu við áhorfendur sem frekar lítið. Þetta er svolítið undarlegt samlífi. Já. Að nútíma músík eigi einhvern veginn að fljóta með næstuði eins og svona oft forréttur var í gamla daga. En nú kannski við munum eftir því að það var oft svona bara stuttverk í upphafi. En svo var þetta eitthvað aðeins stækkað. Já, sko ég held nefnilega að það akkurat það sem ég meina, mér finnst að þetta ætti að aukast og það kannski ósköp eðlilegt að hlutinni taki tíma, þú veist. Stravinski var heldur ekki að akseptera bara svona eitur og bingo, þú veist, hann var líka alveg stressaður ég verði eiginlega að segja þér svo skemmtilega sögu því að Einar Baldvin Pálsson, afi mannsins sem var einn af stofnundum með allavega með fyrstu mönnum hann í Kamúsklubnum, sko, í gamla dag. Hann var sem sagt að læra í Dresden í gamla daga og fekk sem sagt stundum miða á svona námsmannamiða á síðustu stundu og þá gat það verið hvar sem var og einhvern tímann fær hann miða í svona stúku uppi svona bás og svona heldrimannastúku? Já, svona heldrimannastúku og situr þar og það einhver maður og það verið að frumflytja verk eftir Stravinski og það einhver maður sem svo órólegur að það engin friður til þess að hlusta á músíkinu og hann var svona að gefa honum horni og bara hver anskotin getur hann ekki verið til friðs og svo klárast verkið og þá stendur maður upp á neysi, þá var þetta Stravinski og alveg svolítið með svita droppana, sko. Ég hef heyrt þetta, hann var mjög svona aktífur hlustandi, hann hlustaði mikið með líkamannum, sko. Það líka, sko. Þetta hef ég heyrt á þér, sko. En einu sinni voru þessi verk frumflutt og einu sinni voru þessi tónskátt á lífi. Já. Og þetta var vettvangur til þess að spila ný verk. Já, og þetta fylgir svolítið samtíma tónlist að fá bara svona ákveðin pláss, þú veist, og síðan hefur, þú veist, svo hefur gamla tónlistin meira rými en þá að því að hún einhvern veginn búin að festa sig í sessi. En því lengur sem líður hann á 21. öldina, því fleiri nýtónskáld festa sig í sessi, það náttúrulega verulega svona tónskáld hérna á Íslandi til dæmis vegna þess að litla við í þessu mengi hérna á Íslandi við erum svo fá, þetta bara eitt mengi, tónskáld, hljóðfæraleikarar, það ekki svona, þú veist, það ekkit bil hann á milli, sko. Við þekkjumst öll og eins og hann var að nefna áðan, þú veist, það eiginlega engin íslensk tónskáld sem skrifa fyrir skúfuna. Það eiginlega engin út í hotni að skrifa og vonast til að vera fluttur eða svoleiðis, það mjög mikið samstarf í gangi, bæði pöntuverk og síðan, þú veist að það verður flutt. Þessi kostur af þessu smæðinni. Það kostur á smæðinni. Daniel hafi verið að tala um þetta, það væri svona kostur á því
symfónían svona hríslaðist eitthvað út í skólana og það væri það þekktust allir og það væri svona kostur við íslenskt tónlistarlíf. Já, og ég held sko að það sem að kannski vanti fyrst og fremst til þess að auka vægi nýra tónlistar að þeir sem að síðan eru að markasetja vöruna hafi raunverulega passion, ástríðu og trú á verkefninu. Út af því þú getur ekki smita fólk af ástríðunum að hafa ástríðu fyrir því sjálfur. Þannig að það er svona... Hverjir eru það sem er að markasetja, er ekki bara markastjórinn ykkar? Jú, ég meina, ég er ekkert að gagnrýna, sko. Ég bara segja að þú veist, kannski vantar upp á svona skilningin að, þú veist, á því að það þurfi að raunverulega ræktið upp, já, akkurat. Það sér það að til þess tónleikarnir hans sem að Daniel var að stjórna sínum verkum, varstu að spila þá? Já. Að ég satt þarna á fyrstu sölum og horfði svona og það var svona, ég held að salurinn sjálfur var kannski svona rúmur 2/3 eitthvað svona og svona og það frábæri tónleikar. Já, þú getur eitt ímyndar ef að RÚV. En ef þetta hefði verið 9. symfónía Beethoven, það hefði verið uppselt. Uppselt, og sko, en sko málið er ef að íþróttasjónvarpið okkar RÚV myndi vera með, þú veist, kannski eins og 10 mínútur á kvöldi fyrir menningu eða eitthvað. Svona stofuna, það sem væri svona sérfræðingar eins og við erum Já, nákvæmlega. Akkurat. Ég meina, það væri mjög einfalt að smita fólk af áhuga á þessum slagverkskonsert. Það hefði verið að taka, þú veist, vídeo á þessari konu að gera sína galdra og draga inn helmingi fleiri á þessu tónleika. Ég pröfaði að meira sér, ég sá þetta með þetta áhugavert og fann það sem hún er að spila reyndar svona balkanska þjóðlagatónlist og sá að þetta er bara ævintýralegur, skemmtilegur performance. Nákvæmlega. Og dreifði því á Facebook og svona, ég vonum að ég geti kveikt í einhverjum að fara og sjá þetta, sko. Nákvæmlega. Því það var dæmi það sem maður myndi ætla að vera auðvelt að kynna, sko. Ætti að vera auðvelt að kynna. Og það er eins og svona, það sem ég meina með það er eins og stundum sé svona ákveðskilningsleysi, býtu, hvernig eigum við eiginlega að selja þetta? Það er bara mjög einfalt. Það er bara líka ungt fólk hefur, þú veist, jafnvel meiri áhuga á þessum hljóðheimi, þessum nýja hljóðheimi, oft á tíðum heldur en Mozart. Þó svo Sóleysi í Hjeldsson. Hún er ekki Mozart megin, hún er Bach megin. Já, ég veit ekki bara enn aftar, sko. Já, það er náttúrulega eitt sem sko er, sem ég hugsa svo oft, samtíð við þetta er að það sem maður upplifir sem krakki er það að þessi hljóðheimur Mozart, Beethoven og svona, hann er búin að vera hann í langan tíma, hann verður hana og þess vegna er hann ekki áhugaverður. Ef ég tala svona fyrir hvernig ég upplifði þetta sjálfur og ég held að mjög margir upplifði þannig, sko. Það liggur ekkert á að fara að hlusta á Mozart. Það liggur ekkert á að fara að hlusta á þetta. Nei, maður liggur á að fara að hlusta á Þór Magnússon. Liggur á að fara að hlusta á hvað sem er í gangi akkurat núna, sko. Þannig virkar bara mannshugurinn, sko. Maður færir svona ég man eftir bara þessari tilfinningu sem krakki að þetta var ekkit, mér fannst þetta ekkit áhugaverður heimur vegna þess að þetta var bara eitthvað sem var í einhverjum boksi einhver staðar og maður vissi að þetta er alltaf hana. Nú voru þið rosa uppteknar að læra alla kanónuna og það verið að halda ykkur aftur á bara á 19. öld og kannski aðeins yfir á 20. Það er bara að vera að halda ykkur þar í náminu. Þegar þið eruð að hlusta á svona nýrri tónverk með svona öðrum hljóðheimni, finnst ykkur þetta sé okkar tími frekar? Já, ég meina kannski aðeins fram í tíman, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra bara að mér líður eins og þetta sé einhver framtíðatónlist í saman fyrir nútímatónlist. Þannig að já, en mér finnst þetta... Sumt verður alltaf nútímatónlist. Nákvæmlega þannig að ekkert nýtt undir sólinni, sko. Hugsaðu ykkur, Penderecki strengjakvartett númer 1 árið 1960. Þar notaði hann alla strengjatækni sem að enn verið að svona koma með eitthvað nýtt í dag, sko. Við erum að tala um fyrir sko 65 árum síðan. Og hann, þú veist, það er eiginlega ekkert nýtt undir sólinni og hvað er að vera frumlegur, skilur það er allt bara svona skilgreiningar að treða bara hvernig þú í raun og veru notar, hvernig þú setur fram, þú veist, Þórður er dæmi tónskáld sem notar hefðbundi tónmál en á mjög frumlegan hátt. Þannig að þú veist, það er ekki endilega vera... Það er eitthvað sem heitir svona hljóðheimur. Ég veit ekki hvað það taka bara svona einfalt dæmi eins og symfóníur frá nýja heiminum.
það sem verið að reyna að ná inn einhverju svona hljóma, svona svolítið svo borg, þetta ekki sveit sem ég er að hlusta á borg og á þeim tíma, svona fyrri hluta 20. aldar, fyrstu áratugunum og tónskotu mikið að reyna að ná svona meiri svona öðruvísi takti inn sem að minnir á bara eitthvað annað, þetta ekki sveitasæla sem við hlusta á. Það er ég að velta fyrir mér þarna á nýrri tónskáldum, hvort að maður heyri takt og hljóm og hljóðheim sem að til í okkar tíma og kannski var ekki til áður. Er ekki tónskáld vilja það ekki? Ég meina, ef þetta sem leikri þá viltu hafa upp á svið einhverja persónu sem ég ekki séð áður og sem er afkvæmi okkar tíma. Já, og nú ef þú ert að tala með svo hljóð heima þá náttúrulega alltaf verið að skrifa núna eins og Bráðnun jökla og mikið svona tengsl yfir í umhverfismálin og svoleiðis. Og hvalahljóðin. Og hvalahljóðin, nákvæmlega. Akkurat. Og hvað var svo adorable stykki, sko. Það var ótrúlega skemmtilegt. En sko varandi þær, þú segir það að vera að halda þeim í 19. öldinni hérna hljóðfæra nemendum, sko. En það er ástæða fyrir því, sko. Það er svona tæknilega ástæða fyrir því. Af því að þú veist, þetta, til að vera flinkur hljóðfæraleikari, þá verður þeir að byggja svona tæknilegan grunn, bara eins og hver annar íþróttamaður. Og maður gerir það ekkert með alternativ tekník, strengjatekník, sko, maður það fyrst að læra alveg, þú veist, grunninn, sko. Áður maður getur fara að fikta í öllu, sko. Svo maður getur sagt maður sé partur af einhverju svona, einhverju menningu sem var að þróast. Við getum hugsað þetta þannig, sko. Þá er þetta hugmyndun eins og við séum öll bara í sama söguþræðinum, sem er nú ekki mjög svona postmodernist. En ég veist, ef við nefnum dæmi, sko, tónsmíðan þá lærði Beethoven sem dæmi, þá lærði hann endurreisna kontrapunkt sem er náttúrulega eitthvað sem þú heyrir alls ekki í hans tónlist. En þetta var bara svona eitthvað sem hann var settur, þetta var bara æfingar sem hann þurfti að gera og það eru mér sér til. Það er skissunar af þessu hafa varðvist, þannig að við getum komist að því að hann var ekkert sérstaklega. Hann notaði þetta aldrei? Nei, hann notaði ekki endurreisna kontrapunkt en hann lærði af honum. Og hann var ekki neitt sérstaklega góður nemandi, þetta var ekkert, ég myndi geta sagt að ég hefði samið betri verkefni í endurreisnar kontrapunkti heldur en hann. Hann bara býði eftir að komast í eitthvað nýtt. Hann bara býði eftir að komast í... En þetta náttúrulega samt hjálpa honum, þetta var svona tækniæfinga fyrir hann. Nákvæmlega, þetta eru bara tækniæfingar, þetta er bara eins og hverjar fimmleikar, sko. Lengi frá hann af, sérstaklega fiðlan. Já. Og píanóð líka. Ég meina, það er eitt til viðbótar. Þegar ég var að kenna tónlistarsögu, þá hugsaði ég svo oft til þess að kenna tónlistarsögu, þá verður maður einhvern veginn að vera í rauninni að kenna eitthvað sem er gamalt, vegna þess að þá getur maður pikkað úr það sem hefur lifað og er merkilegt svona. Ef maður væri að kenna samtíma tónlistarsögu, eða væri bara í samtímanum, þá það kemur nýtt lag á Spotify, sko, á hver einstu sekundu. Við getum eitt allum tímanum í tónlistarsögu bara að hlusta bara þetta er nýtt, þetta er nýtt, þetta er nýtt og það myndi voða lítið koma út úr því, sko. Og þá eftir að sortera? Já, eftir að sortera þetta og þetta er bara, það er svo mikið sem er að koma og svo mikið sem mun hverfa aftur og svo leis. En tónlistarsaga einhvern veginn, svo ég nefni bara sem dæmi, hún verður einhvern veginn að stikla á stóru í fortíðinni. Og þetta er líka þess að ég hugsaði þetta bara í samvættu við eins og hljóðfæranám og þá þarf að pikka út það sem skiptir máli. En það pikkast út. Við erum ekki beint að pikka það út, það er bara einhverjum tönn tímans þinnur á þessu. Akkurat, sko. Það er til dæmis, ef maður horfir á svona 10 ára gamlar gamamyndir, það er ekkert finnar, sko. Þannig að það er eitthvað svo... Það er eitthvað sem að tíminn líður einhvern veginn svo undarlega og það er megnið af því sem er samið í dag mun gleymast eða færa gleymast. Það er oft svolítið miskilningur, sko, ef að það verið að grafa upp einhver tónverk frá, segjum bara 1750 af því það var svo æðislegu tími og svo margt skemmtilegt að gera og Bach var nýbúin að semja Wolfenberg klavir, það lítur alltaf að vera æðislegt á þessum tíma og fara menn að reyna að leita upp einhver obscure tónskáld frá 1740-50 og þetta er bara ekkert skemmtilegt. Nákvæmlega það er ástæða fyrir því að hefur ekki verið flutt, það er ástæða fyrir því tímans er góð. Hún er verið góðan smekk. Já, málega að segja það, já. Herðu, við nefndum að það var að koma nýr hljómsveitarstjóri, Barbara Hannigan, því að við séð hana, ekki, Stefur?
á tónleikum? Já. Hún mjög sérstök. Mjög. En bara geggjuð, ég meina, ég dýrka hana. Bara. En það sem ég hugsaði þegar ég sagði þetta, hún svo sérstök og svona, ef hún aðal hljómsveitarstjóri að gaman að fá hann í heimsókn svona 1-2 ári. En byrju, hvað ætlar hún að fara að vera með þetta sem hún þarf að sinna því að koma þarna með Beethoven og Brahms og þá félagar? Já, sko, við erum alltaf með aðalhljómsveitarstjóra í hjá okkur bara 6 til max 10 vikur á ári. Já. Þannig að við getum alveg haldið áfram að fá bara Bertrand de Billy eða eitthvað til þess að stýra, þú veist, Brahms áfram á Beethoven og hún getur bara fengið svolítið frjálsar hendur með hvað hún gerir. Þannig að verða 6-8 tónleikar þegar hún kemur sem eru svona Barbaru Hannigan tónleikar. Hún hefur svona listræna, hún ræður svolítið listrænt, eða ekki? Jú, hún fær svolítið svona frelsi með það hvað hún gerir við sinn tíma og kannski vill hún nota tækifæri til þess að, ég held að hún hafi aldrei verið áður aðalhljómsveitarstjóri neins staðar. Þannig að þetta verður tækifæri fyrir hana til þess að sjá hvort að hún, sko, auðvitað er það líka undir hljómsveitinni komið, hversu mikið vald henni verður falið, sko, en ef hún fær svolítið svona frjálsar hendur með hvað hún vill gera, þá vill hún kannski gera prófa alls konar nýtt og þá myndum við bara nota hennar vikur til þess og gera hefðbundnari prógram með einhverjum öðrum. En svo getur líka vel verið að hana langi til að stjórna meiri hefðbundari tónlist því hún yfirleitt fengin einhvers annar stað til að gera eitthvað ferskt. Þannig að kannski vil hún gera hérna eitthvað sem hún, þú veist, alveg hefðbundi líka, sko. Við vitum ekkert hvað hún ætlar að gera. Mahler eða Beethoven eða... Já, ég fór á tónleikana þegar hún kom hérna á síðast ári og að sjá hana stjórna einhverju hefðbundu og síðan þegar hún kom í sitt element það var bara, þetta voru 2 algjörlega gjörólíkir heimar. Ég vissi, sko, fyrsta helmingin, þá var ég bara, er þetta það sem ég kom fyrir? Og síðan var seinna helmingin þetta og ég sagði, þetta er það sem ég kom fyrir og þá, af því hún er svo góð í því sem hún gerir sjálf, sko. Hún er svo rosalega sterk í því. Hún dregur athyglinna með, sko, hvernig hún hreyfir sig þetta og svo er hún með kamerur út allt og hreyfir sig og svo bara þegar hún andar og þið fylgið henni og þið þetta var bara svo merkilegt. En svo þegar hún stjórnaði henni þá var ég alveg lost, ég verði að segja. Það var ekki alveg svona, ég finnst svona, en sko, hún er alveg mögnuð í... Efasemdir hún sé góð svona sem hefðbundin stjórnandi? Hún ættir að sanna sig? Fyrir mér, já. Hún er náttúrulega ekki, kannski ekki að líkti með eins mikla reynslu í því, sko. Þannig að þetta er þurrglega bara velspáta hjá henni, eða þú veist, þetta er hennar upplifun, þannig. Já. En hún er valin einhvern veginn í samráð við hljómsveitina, ekki? Sko, jú, við höfum, sko... Allir spenntir að fá hana? Já, virkilega. Það er bara almennur mikill spenningur, sko. Það mun kom eitthvað útrússu áhugavert. Þetta er tilraun. Alveg ekki spurning. Já. Að taka svona sérstakann stjórnanda inn. Nákvæmlega. Þetta var... Lítil hljómsveit út í aðri heimsins ætti þú veist að vera að play it safe alltaf, sko. Já, þetta er svolítið djarfur leikur. Já, ég er alveg á móti því að við að vera eitthvað play it safe, sko. Við að nota einmitt okkar sérstu. Við erum bara svolítið, þú veist, við erum hérna í útjari heimsins og þú veist, það er enginn að fara að líta til okkar eins og einhverjar hefðbundina hljómsveitar sem einhver fyrirmynd. En það væri hins vegar að líta til okkar sem fyrirmynd ef við verum að gera óhefbundna hluti. Já, og væri kannski með frumlegri dagskrá. Ég talaði það, því við vorum að tala þetta með nýju tónlistina og þetta kanónuna og þessar skildur og svolítið að salurinn er að biðja, það eru fleiri í salnum sem er að biðja kanónuna heldur en nýja verkið og þú veit að segja kannski þetta var ræktað upp áhorfendur til þess að við vorum að tala þetta þegar Daniel kom hérna og þá var ég að segja reyna að rifja það upp, ég man ekki alveg hvaða ár það var, ég held að það veri kannski fyrir 10 árum og þá tók ég sko samanburð á dagskrá sinfóníunnar við New York og báðar í London og Berlín og Concertgebouw og Vín og eitthvað svona og þá munaði tölvöld af því að við vorum eldri við vorum með meira af eldri músík og þá var eins og Stravinsky og svona var ennþá eins og hann var í nútíma tónlist í okkur Hvenær var þetta, segir þú? Já, það er svona 10 árum þá tók ég bara 3 ár á öllum hljómsveitunum og bara sett inn í Excel og miða bara við fæðingarár tónskáldsins bara til þess að Minnst þetta stórmerkilegt því ég held að við værum alltaf fram að leiða þessu Nei, það verður ekki það, sko
Mér fannst svo hinu vera miklu, sko. Það er grunn að ég held að þetta sé fyrir 40 árum. Já, náttúrulega. Nei, það var, náttúrulega, þar ertu kannski með bara 3 tónleiki í röð sem er bara eiginlega bara nútímamúsík, sko, sem ég veit ekki hvort að við myndum bara þora. Af því að við erum náttúrulega líka með, stofnin af þeim sem að mæta eru svona eldri kynslóðin. Þú nefndir hérna Kammermúsíkklúbbinn. Já. Ég held að það sé elsti áhorfendahópur á Íslandi. Ég fer á þá. Já. Ég var að stríða Hallgrími Helgasyni að ég fór á þarna 30 kíló og ég sagði að það veri næstu salurinn að veri næstu eins og salurinn í Kammermúsíkklúbbinn. En þar það líka, sko, dagskráin þar svona, mér myndi segja, frekar í allsum. Hún er mjög hefbundin. Við höfum verið í kvartinum mínum, hérna strókkvartinum Sigga, að við innlitum þá breytni í Kammermúsíkklúbbnum og er alltaf með nýtt verk á efnisskráni hjá okkur. Það hefur alveg verið spilun í tónlistar áður, ég er ekki að segja við vorum ekki fyrst, en við gerum þetta sem sagt að reglu. Við höfum alltaf, við erum frá frumflytja núna 1 nýtt verk í mars og spilaði hana íslenskt með bæði Beethoven og Sostakowitz hjá klúbbnum. Og þetta hefur bara mælst svona helviti vel fyrir. Þeir voru ekki alveg vissir að þeir vildi þetta sjálfur, sko, en svo bara er þetta bara, þú veist, þeim finnst þetta bara mjög skemmtilegt, þessum áhorfendum, sérstaklega í bland við annað. Og líka þegar þetta er fólk sem er þeirra kynslóð, eins og Atli og svona, og Þorkell, sem að þessir áhorfendur þekktu líka bara til og svona. Og þá finnst þeim gaman að heyra tónlistina þeirra sem er hljómar ennþá eins og spróðlandi ný, sko. Og meira þess að þið vorum að tala hljóðheim, að það var einhver tímann þegar hljómsveitin spilaði Atla og þá hugsaði maður, vá, hvað var gaman. Það var eitthvað verk frá 1970. Hjakkið, Hjakkið. Það var bara svo gaman, sko. Og ég sagði, vá, hvað við leiðum eitthvað dabra tíma, Þorður, það vandar svona. Það er rosalegt stuð í konsertinu. Það er svona leiðt hjá mér. Það er mjög skemmtileg konsert. Ég mæli með að fólk mæta á tónleikana og svo, þú veist, svona jazz, líka jazz skotis sem starf svona. En þið kannist við þetta, það er þessi svona hljóð í músíkin okkar og það er allt, veggirnir eru koksgráir og við lifum einhvern veginn og það er eitthvað daburt í samtímanum okkar. Allar byggingar eru gráar í dag. Allir bílar eru annarkvæmt gráir eða hvítir, það er ekki eftir því. Þegar þið skoðið myndir frá 1980, sko, lita dýrðin á götunum. Við tekið dæmi um það að við vorum með svolítið mikið í Afríku og þar klæði fólk sér mjög lituð út, svo lendir maður þegar maður kemur þaðan alltaf inn í París og þá sátum við stundum og horfðum bara á flugvellinum eða okkur kaffihúsin niður í bæ og þá velti maður fyrir sér hvað kom fyrir okkur, sko. Það er hérna allir Já, ég tók eftir því bara núna að ég fór auðvitað til Togo í desember og eftir að vera á til dæmis bara einhverjum Grand Marché, einhverjum rosa markað, það eru allir bara í, sko, gulu, grænu og ég veit ekki hvað. Og svo þegar ég lendi inn á Íslandi, þegar ég lendi í París, þá voru 2 gráður og þá voru allir í þessum risa jökkum sem voru svartir og það var slitta og ég ætlaði að taka bara flugið tilbaka, sko, ég nefndi ekki að vera annað. Þetta heyrir maður í músíkinni, maður heyrir stundum í nútíma tónlist og það er eitthvað svona þessi þingsli, eitthvað svona, og kannski ótti eins og fólk vilji ekki alveg. Og það, ég man alveg eftir þessu þegar ég var að hlusta á Atla, að allt í einu heyrði maður, sko, bara í svo psychedelic veggfóður stemning eitthvað, sko, á 1970. Þetta er bara, listin er kannski bara tákn tímana og er bara að reyna að greina samtíman og hann er bara svona. Það er svo hræðilega grátt allt. Já, það er reyndar alveg. Það er fjör í þínum. Já, ég er bara lengst aftur í fortíð. Þú ert ekki þarna. En ég lagði alveg upp með að vera fjörugur og þetta er mikið fjör. Þannig að mjög gaman að koma heim eftir að hafa verið á tónleikum og bara hugsa hvað það var gaman. En það líka bara geggja að hugsa hvað það var fallegt og mér líði vel. En já, það er önnur tilfinning. Mér finnst það mjög gaman að koma. Stundum er náttúrulega stundum lyftast tónleikarnir ekki. Það er bara það er ekki alltaf hitt í mark, sko. Nei, stundum eru bara eins og maður velti fyrir sér, sko, betur hvað vantaði þarna. Já, einmitt, en svo getur þú eftir móti haft, þú veist, án þess að sé skemmtilegt, án þess að sé gaman einmitt að komið heim og bara, vá, hvað það var áhrifamikið eða, þú veist, þetta snerti við þessu eða hinu, sko, það er alltaf mögulega leiðir til að snerta við manni. Þú ert að spila hérna hvað það segja næstu einleik, eða ekki? Það er konsert fyrir hljómsveit.
Og þá var þú sem leiðari eða þú lítur að vera með ykkur svona númer? Já, við erum með sóló, leiðarinnir eru fá svona, þetta er eiginlega svona eins og þú veist, það er stundum tríó, stundum kvartett og svo skiptast á nokkur sóló, þannig að það er í og svo, þú veist, svo líka bara, þú veist, þetta er líka þannig svolítið uppbyggt stykkið að konsert fyrir hljómsveit að hver deild fyrir sig fær svolítið að njóta sín. Það er eins í Bart og konsert fyrir hljómsveit að svona teknur út deildinnar, þú veist, það er strengjakabli, annarkablin er bara strengir, fjórakablin er bara slagaverk og svona, sko. Þannig að þetta er Jennifer Higdon sem við erum að tala ég held að það hafi ekki komið fram. Já, Higdon. Er hún ekki Higdon? Sem er kona á aldrei við mig. Já. Ekki? Amerísk tónskáld, hún er svolítið svona success, hún er mikið spiluð, sko. Já. Ég uppgöttaði hana fyrir svona ári síðan, þá ég fell í alveg fyrir henni, hún er æðisleg. Það var bara reyndar, það var heimildamynd á RÚV Hillary Hahn og sem ég horfði á, sem var mjög skemmtileg og þá var hann í einni sinnin að taka upp konsert sem ég fannst alveg einstaklega skemmtilegur og ég fór að fann hvað það var. Það var sérstætt konsert fyrir fiðlu. Já, fyrir fiðlu, já. En ég hlustaði líka á konsert fyrir hljómsveit. Hefur þú spilað hana áður? Higdon, já. Við spilum Blue Cathedral í fyrra sem er skrifað til minningar bróðurinnar sem að dó, ég held að það eru tvíburabróðurinnar. Já. Og það er líka mjög flott stykki og já, hún er greinilega orðin svona fasta gestur hjá okkur. Einu af þeim sem að svona, þú veist, þarna sér maður svolítið þegar nýja tónlistin er svona sumt bara er farið að vera að spila mjög mikið allan heim og búið að festa sig í sessi. Hún er svona svolítið einu af þeim. Og svo erum við að spila og hún er einmitt sko að því vorum að tala um grátónlist og skemmtileg tónlist. Hún er skemmtilegt megin, myndi ég segja. Það er ekki mikil drungi yfir hennar tónlist. Ég er grunum að við sjöum að sleppa út úr því tímabili. Já. Ég er svona eitthvað leiti. Mér fannst þetta að vera svolítið erfitt, þetta koksgráa tímabil sko, sem við vorum að, við veist þetta erfitt eitthvað. Já, ég er kannski ekki alveg viss hvað þú ert að tala um. Nei. En þetta er svo, menningi getur verið svo óljós og eitthvað svona, þetta er svona... En sko, það er náttúrulega sko búið að vera mjög... sko tónskáld í dag hafa verið mjög mikið í að skapa sinn hljóðheim, þú veist, það er alveg bara þessi með þetta og þessi með þetta og svona og það er bara allir gangur á hversu vel það heppnast og hversu mikið það mun lifa, skilur við, það er svona þú veist, bara svona sem dæmi Bára sko sem er að slá í gegn alls staðar, þú veist, hún bara er með eitthvað svona konsept í eitthvað svona hljóðheim og það er ógeðslega flott í veipstykkinunnar það er bara svona svínvirkar út af því kannski eða líka út af það svona prógramtónlist það er 95 gasárásina í Tókjó neðan jarðarlesta kerfinu og þú heyrir bara þú veist þeir koma sem þeir voru með svona reglívar með oddum og stungu gata og gaskútana þeir voru komnir inn í lestarnar og þú heyrir sko þegar byrja sko þetta er rosalega áhrifamikið sko þannig að hún bara raun og veru býr til svona hljóð í kringum einhvern viðburð sko, einhvern atburð og það er kannski málið með alla þessa hljóðheima að með svona ákveðinni samfæringu og þú veist þá getur þú fengið fólk til liðsviði sko, þú veist þó að sé kannski mjög framúrstefnulegt eða að vissu liti einhæft en það er eitthvað svona ef þú ert með einhverja meiningu og einhver skilaboð það er, já Það má líka taka eins og ég vil vera að banna einhverja til þeirra þjóti Nei, ég segi bara svona við vorum að spila eins og mikið eftir Halldór Smárason í kvartettinum og og vorum það mjög eftirminnilegt er að drengið mínu kom allar á tónleika á Ísafirði og útgáfu tónleikar á diskinum hans og svo komum við út og þá voruð þið bara svona samanbitnir einhvern veginn og svo er þetta sem þið eru að gera þetta sem eru að fást við Ég er með pínlítið svipaða minningu þegar ég var tiltölulega nýbyrjar að kenna hennar og var að kenna tónlistasögu í tónlistkólanum í Garðabæ þá var ég með svo sett heilan vetur það sem ég var að kenna nútíma tónlist og nemyndunir upplöðu það að ég var rosalega neikvæður gagnvart
gagnvart nútímatónlist og væri endalaust að tala illa alls konar tónlist og segja mér, við hlustum á þetta er reyndar ömurlegt sko, en hlustum samt á þetta. Þannig upplöðu nefnirnar, ég veit ekki alveg hverju, en svo sérstætt var ákveðið að þau kæmu öll það voru norræni músíkdagar voru á Íslandi þetta árið, þannig að það var ákveðið að nemyndunum myndi allir fara á tónleika, þar sem var verið að flytja verk eftir mig. Og síðan því ég hitti þessa krakka næst og var svona viðkvæðið, þú er búin að tala svo illa svo tónlist, svo ert þú bara að semja nákvæmlega þessa tónlist. Mér langaði bara að bæta við einu varðandi þessa nýju tónlist sko, að náttúrulega sem flytjandi þá getur maður stundum alveg orðið svolítið, getur orðið þrúandi það sem maður er beðinn að gera vegna þess að það er ekki verið að nýta neitt af þeirri fimmleika tækni sem maður er búin að byggja sér upp í gegnum tíðina heldur er bara verið að beða mann að þjöstnast á hljóðfærunum og maður þarf alveg að passa sér að skemmi ekki neitt en þegar að tilgangurinn helgar meðalið þá getur maður alveg fyrirgeð ýmislegt en ég hef alveg upplifað það að sitja sko vera, þú veist, ég held að það hafi verið opnun annarkvort myrkra músíkdag í fyrra eða norrænna músíkdag að þá var sem sagt hjá hljóðfæraleikun dreift svona hörpu og þau voru að spila eitthvað svona drón í hálftíma og ég gat ekki verið þarna sko út af því að ég horfði bara hljóðfæralekarana spila sömu nótuna og ég fann bara, ég var farin að finna svo mikið til í bakinu og handleggjónum bara fyrir þeirra hönd, ég þurfti að fara meðan sko fólk sem að spilar ekki á hljóðfæri það stóð og var svona í svona leiðslu yfir sko leiðins og þau væri þrælar skilur og mér finnst það eru takmörk fyrir því sett þetta bara í tölvu skilur, sett þetta bara í eitthvað tölvudrón ef þetta þýðir að þú þurfir bókstaflega þræla til liðsviði til þess að raungera tónlistina það er bara gengið ofurlangt gengið skilur. Það skiptir á máli hvaðan tónskóldi kemur að þeir sem hafa trýtlað þessar leiðir sem þessar stelpur eru að fara og þekkja heiminn og kunna hljóðfærin að þeir semji betur fyrir hljóðfærin heldur en kannski ykkur sem að datt inn í tónskáldabrautina eitthvað stöðar. Absolutt. Og hefur bara búið til músík á tölvur. Hann kannski fer ekki við ekki sömu virðingu fyrir allri æfingunni sem að liggur á bak við hæfni þína. Nei, akkurat. Ég held að það... Þá er ég alveg segur sko. Ég var bara rockari sko. Ég var 19 ára. Það var eiginlega ekki þarna sko. Þú ert samt mjög flinkur sko. En síðan hef ég alltaf lært að bera meira og meira virðingu fyrir hljóðfæraleikurum gegnum tíðina. Kona þín sér til þess? Jú, kona mín skammar mér alltaf. Ef þú virðir ekki hljóðfæraleikana. Þetta er náttúrulega breyting að þegar þú varst að tala þá félaga Mozart og Beethoven og fleira þá var þetta menn voru spiluðu sem sömdu og svo færðist þetta voru hljómsveitastjórarnir sem voru að semja eins og Mahler og félagar og svo veru konið 2000 hafa þetta prófessorar við háskólana sem veru að semja og að sömuleyti þá gerðist eitthvað svona að hluti af tónskáldanum fór eiginlega út úr heiminum einhver leyti. Það verður svona rof. Og það kemur fram í verkonum kannski á þennan hátti Herðu, við erum að þróa svona hvernig við ætlum að hafa þetta spjall og við höfum fengið svona mest við erum með sinfoníuna sem hefur verið svona sem tengst tónleikur sem eru framöndan. Ég er að velta fyrir mér þegar við erum að tala verkin sem eru eftir Higdon og Þórð, svo er reyndar Edvard Elgar, hann er svo gaman, ég nenni ekki að tala hann að langar ykkur á tónleikana? Þeir eru að hlusta á þetta? Já, sjálfsagt. Já. Ég held að sérstaklega við, sem eru í tónlistanámi, við erum svo til að tökum hvert tækifæri til að heyra þetta, eitthvað nýtt. Af því við erum alltaf Við erum alltaf opnari fyrir því, heldur en einhver úlingur eða skilur einhver sem er ekki í tónlistarheiminum og við sem erum endalaust að, eins og sagði, með hann tæknilega grunn og við erum bara með þessi 10 skilur tónskáld og með þessa tækni sem við erum bara alltaf að æfa þá held ég að þessi þörf fyrir okkur bara nauðsynlega þörf að fá að heyra eitthvað nýtt og fá að upplifa eitthvað nýtt því að við erum alltaf heima hjá okkur að æfa 2 tíma á dag eða meira skilur Egið að vera að ykkur Já, akkurat, helst meira Fóruður að balla sem er að koma enga Fyrir að nýta tækifæri En sko það er eitt sem ég var að hugsa að reyna kannski í næstu viku eða þann næstu að fá fólkinga sem
kynntist Pól Žukovský sem kom hingað svolítið eins og stórseipurinn í íslenskt tónlistarlíf og byrjaði einmitt með því að koma og halda hérna námskeið fyrir þá sem að voru líklega bara á svipuðu stíu og þiður í ykkurnámi og það þróaðist út í það að það var búin til sinfóníulista æskunar sem að frumflutti hér alls konar verk og var eiginlega með verkefnaskrá sem að sinfóníur á sínum tíma bara tristi sér í meðal annars Jón Leifs og líka bara alls konar ennendverkefni og ég hef svona því ég horfi á þetta bara úr fjarska og fylgist með þessu að mér fannst eins og að hérna væri gaman að tala þetta vegna þess að maður upplýði að það væri bara heil kynslóð hérna hljóðfæraleikara sem að bara færðist upp bekk einhvern veginn í tengslu við hennar mann. Varst þú ekki, kynntist þú honum ekki? Jú. Ég var í sinfóníulistæskunar. Ég kom hérna söður á námskeiðin og ég fekk gistingu hjá öðrum nemanda á hljómsveitinni sem hétt Arna Kristín Einarsdóttir og var setna framkvæmdastjóri sinfóníulistarinnar og hérna hann var stórmerkilegur og hérna hann lét okkur Ekki allra eins og sektar. Hann var náttúrulega bara alveg brjálæðislega strangur við okkur og hann var svona týrann og gamaldags að því leitinu þetta myndi sennilega ekki viðgangast í dag, Þetta sennilega mætti ekki í dag að koma svona fram. Hann var mjög harður við okkur og hann lét okkur, auðvitað það sem hann lét okkur gera á æfingum eitthvað sem mætti auðvitað alveg gera í dag, en hann lét okkur, loka nótunum og spila, utan að hann lét okkur afstilla hljóðfærin og spila eftir nótunum og finna samt nótunar svo við verðum ekki bara að setja niður puttan heldur væri bara að hlusta alltaf og hann þoldi ekki að sjá þegar einhver setti niður fingur og hélt hann svo bara þar hann sagði, the chances are that this is out of tune to begin with, so why stay there alltaf að lita og finna aftur að vera alveg síl hlustandi og hérna, hann var mjög bara stórmerkilegur og rosalegt mikill tónlistarmaður. Já, og hann hafði miklu hugsun. Ég meina, hann lét okkur frumflytja við spilum Turunga Lía-sinfóníuna eftir Messiaen. Þessi hljómsveit, En hann var líka alveg með búin að byggja upp að því, námskeiði þar á undan var allt frönsk tónlist sem voru svona áhrifavaldar í lífi Messiaen, Dúka og eitthvað svona. Og þannig að það var alveg svona, þetta var mjög skipulagt hjá honum, hann vildi að þetta væri endapunkturinn á þessu svona, hann byggði upp að flytja Turunga Lía-sinfóníur sem var frumflutningur á Íslandi. Við frumflutum Pelleas og Melisande eftir Schönberg, það var líka frumflutningur á Íslandi. Svona hluti Þetta er magnað. Alveg magnað Og þetta hafði áhrif á þig og þína kynslóð? Já. En hann fór svo í fússi? Já, ég misti aðeins af öllum þeim vendingum Það kom ný stjórn í sinfóníulistæskuna sem að vildi ekki hann myndi ráða alfarið verkefnum og vildu einmitt að það kannski flutt eitthvað meira af gömlu dótið og hann bara lét ekki bjóða sér að Nei. En hann var líka með kammersveitinni á sínum tíma og hann var með sér námskeið og myndu þið vilja fræðast um þetta? Hvernig heyra af kennurum sem að voru svolítið, hann var svolítið svakalegur Já, það var mjög áhugavert. Já, með Jorma Panula, ég lenti því í Finnlandi. Hann rosalega svona rosa old school. Hann náttúrulega næstu 100 ára, Já, 93 núna. Já. Og þetta var, mér fannst aldrei svakalegt að sjá hvernig hann kendi, en mér fannst það mjög merkilegt með við að hafa pröfað verið í Bandaríkjunum. Og hann grætti fólk á námskeiðunum. Þetta var alveg svona, hann sagði hluti sem að enginn myndi vilja heyra, en þetta var dálítið bara svona hendar út í djúpulegin og þú verður bara að berga þér, skilju. Þetta er svona í Frakklandi, þá er bara kennsla þannig. Og þá það er allir nemyndum bara tilbúnir að verða rosalega vera grættir og svo fara út og vera í besta skapi. Þetta er bara svona, þeir vita bara, þeir eiga yfir sér að kennarinn gæti fara að vera með einhverju algjör leiðindi. En það voru einhverju sem að fjallu að vagninu bara þegar þoldi þetta ekki. Upplöðu þetta sem einelti og
Það getur vel verið sko, máli verið ég náttúrulega Akureyringur, þannig að ég kom hingað bara með flugi, þú veist, fór á námskeiðin og fór aftur heim og þannig að ég var ekki svona í tengslum við alla þessar nemendur hérna sem að töluðu örugglega sín og milli mikið bæði og undan og eftir öllum námskeiðunum. Ég er ekki besta manneskjan til að spyrja svona þá stemningu sem að svona var í kringum hann svona fyrir og eftir eða hvernig fólki leið almennt. Ég var svona hafði bara svona mína einu upplifun af þessum takmarkaða svona tíma sko. Ég heyrði eina sögu, var Ríkar Örd Pálsson sem spilaði á bassa og er mikill tónlistarfræðingur og var síðan með feril sem gaggrínandi og kennari í einhverju slíku. Hann var með svona athugasemdir við Žukovský og þá labbaði Žukovský að honum og tók bassan og bar hann út af sviðinu og fór svo og leiddi hann út af sviðinu. Þetta er ekki lýðræðisstofnun sem verðum hérna. Við erum ekki að kalla eftir ykkar skoðunum hvernig ég á að stjórna. Þetta var mér ekkert að sagt. Hann vildi alltaf maður horfið á endan á prikkinu sko. Það var bara, þú veist, what's the end of the stick, þú veist. Og svo ef þú veist, satt maður og maður alltaf horfa sko. Horfði mjög mikið og allir, þú veist, skítrætti við hann gripi mann við að vera bara eitthvað gónun í nóturna sko. Og þá stoppaði hann bara og sagði þú veist, og hann benti innan úr hljómsveitinni sko, tók fólk fyrir og svona. Og en svo var ég, þú veist, upplýði það alveg oftar en einu sinni, sko, að ég er að stara á hann og þá, þú veist, lítur hann á mig og mætir svona augunum á mig, sko. Og þá sett hann alltaf prikið svona nefið á sér, af því hann, þú veist, hann sagði, ég er ekkert, þú veist, þarft ekki að horfa í augun á mig, sko. Það er prikið sem þetta að horfa. En var hann ekki, mikill svona músikat, eftir mann heyrði ég, eitthvað söngvara sem var að syngja með þeim, og það var eitthvað óviss þetta og hann lýsti eitthvað þannig að þá sagði Žukovský við hann hérna hlustaru á fyluna, hérna hlustaru á mandolinu, hérna hlustaru þetta, hann bara greindi músíkina bara svona fyrir söngvaran. Jú, hann var náttúrulega eldklár sko. Það er ekki spurning. Og var frábær filuleikari og hefði getað ferðast heiminn og spilað þessa kanónu en bara hafði ekki áhuga á því og fór og frumflutti, hann var náttúrulega frumflutti verk eftir bara ótrúlegan herskara af stórkostum og tónskáldum sem hann var svo góður filuleikari og svo kom hann hingað allt inn og fór að bara kenna börnum álingum. Og svo var hann smá snar og eins og það getur hann fylgja svona fólki. Já, þegar eins og Eva Ollikainen og til dæmis Ross Jamie Collins sem hafa bæði lært frá Jorma Panula eftir að ég kom frá Finnlandi og hafði verið hérna þá spurði ég, hvernig fannst þér að vera þarna? Það var fyrsta sem ég fekk bara, hvernig var? Og ég sagði bara, ég þurfti alveg að hugsa mig sko. Ég sagði bara, hann er skapstór. Það er gott orð til þess að lýsa þessu manni. Já, það er enginn sem myndi segja sko, hann væri leiðilegur eða eitthvað svona. Nei. Þau passi þessi alveg, ég held allir sem hafa verið hjá honum að passa sig hvað maður segir. Því hann er svo mikið legend sko, maður veit auðvitað ekki segja eitthvað ránt. Nei. Hann hefur eiginlega kent öllum finnskum og eiginlega gerir ráð fyrir því að hann hefði kent Osmo og Enskar sem er að fara að stjórna núna á morgun. Við vitum það ekki. En það er bara eiginlega þannig að allir finnskir stjórnendur hafa lært hjá þessu manni. Já. Ég bara ég skil ekki ennþá hvernig ég fekk tækifæri að hitta hann sko, með hversu mikil meistar hann er. Þetta var bara skemmtilegasta sem ég hef gert sko. Trúi því. En með þetta ekki að selja ykkur sögustundum Žukovský, finnst ykkur hann skelfilegur það sem við erum búin að heyra núna það er óbyggjandi það vantar ekki meira frekum köllum í heiminn kannski ég held að það bara frekar konur, ég meina Þorgerður Ingólfs þetta sem þeir eru búin að vera að lýsa með Žukovský þá það minnir mér nú svolítið á hana sko hún hélt öllum á tánum sko í kórnum, það var svo mörg börn sem voru fyrir ekki mörg börn og ég átti þess að systir konuna minnar og dóttur mín og sonu minn voru öll hjá henni sko og lýsingarnar á Þorgerði passa alveg við þetta sko Þetta er týranní svona ákveðin, já og eins og þið vorst að segja mig að þegar þú ert með hausinn og kafi í nótunum sko þá er það ekki gott sko þú ættir að vera búin að læra þetta allt utan að og við erum hingað komin til þess að spila músíkina eða syngja músíkina ekki nótunar Já Herðu, gaman að fá ykkur inn í heimsókn, gaman að hafa ykkur með, Sóley og Sól. Takk. Frábært að fá að koma og hafa ykkur með. Ég tek undir það, minnst þetta skemmtilegt format á þettinum. Já, Þetta ætlum að halda áfram að þróa þetta. Þórður, til hamingju með
flugflutningin á morgun og Þórunn, gaman að hafa okkur. Já, takk fyrir mig. Og þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka þeim öllum sem að komu hingað, Birni og Oddnýju og Maríu Lilju og Laufey fyrir að taka upp og senda út, en ykkur mest sem að hafi hlustað og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Minni á að allt sem að þið sjáuð hér og heyrið í boði áskrifenda og það eru þeir sem að drífa áfram samstöðuna. Ef að þú ert kannski löngu búin að ákveða að styrkja samstöðuna og hvernig til þess að gera það sem allra fyrst, við erum að svona leggja línurnar fyrir veturinn. Þið farið þá inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið ykkur fyrir grunnáskriftin sem 2500 krónur sem að mér satt þessi hlægilegt verð með það efni sem við búum til. En þið megi borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er gott í bili, ég segi góða nótt og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld við Rauðaborðið klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.